Aron Arnbjörnsson bílstjóri hjá Ólís að atvinnu en hefur frekar óhefðbundið áhugamál ef svo má segja. En hann stundar frístundabúskap þar sem hann býr úti á Stafnesi. Aron var mikið í sveit þegar hann var yngri og hefur alltaf haft gaman af dýrum. Nú heimalningurinn Jón Hrútur í aðalhlutverki í sveitinni en þar eru líka hundar, köttur, kanínur, hænur og hressar gæsir. Suðurnesja Magazín kíkti í heimsókn til Arons á Nýlendu. Ég var mikið í sveit þegar ég var yngri og hef alltaf haft gaman af dýrum. Og hefur lengi dreymt að vera í sveit með bú, en kannski ekki alveg í þessar stærðargráðu, en maður verður að byrja ykkur staðar. Stefnir þú þá að stækka við þig, eða? Nei, ekki minni hér, allavega. Nei. En þetta er náttúrulega bara aukabúkarinn hjá þér. Hvað gerir þú svona að staðaldri? Herðu, ég er bílstjóri hjá Ólís. Keyri út vörum hjá þeim. Nægur tíminn til að sinna svona frístundabúskap í hjágreinum? Maður býta til. Er þetta mörg dýr sem þú ert með hérna? Ertu með margar skepnur? Herðu, hérna heima á bænum er ég með 2 heimalinga, 2 hunda, kött, 2 kanínur og svo er ég með rollur upp í sumarbeitihólfi. Þetta er svolítið eins og örkinn að snóa hérna, 2 af hverju. Já, nema kötturinn, hann er einn. Hann sér að veiða mýsnar. Já. Duglegur því. Já, það er gott. Þeir eru góðir til þess brúks. Já. Þú ert með eitthvað fiðurfjana líka, er það ekki? Jó, ég er með gæsir og hænur. Og nýtir þetta allt saman til manneldis? Já. Þetta er allt til manneldis nema hundandi, kötturinn og kanínan. Eða kanínunar. Ég segja nú að kanínukjöt sé mjög gott. Já. Ég hef ekki farið í það ennþá að rækta kanínur. Nei. En krakkarnir vildu fá kanínur og ég var að þeirri ósk. Já. En það er að mörg að huga í svona búskap. Ég meina, hvað er það margar skjátur sem þú ert með? Herðu, í vetur þá var ég með 8 á húsi veturfóðra og svo komu 6 lömb út á því og svo 2 auka lömb sem ég var beðinn um að taka í fóstur. Það eru heimalingar? Það eru heimalingarnir sem eru hérna í kringum okkur. Þetta er bara eins og hvolpar skoppandi í kringu þig? Já, eldri heimalingurinn, eða þessi stærri, hann Jón Hrútur, hann gengur hæl mun betur heldur en hundar. Já, hann er duglegur við það. Hann er mjög duglegur þar. Það má segja að hann sé bara eins og hundur og ef maður hleypur á stað þá hleypur hann líka. Og hvað ætlar að gera við þessi lömb sem þú fékkst í vor? Er þau hugsuð til að stækka stofninn eða? Nei, þau fara svo bara í sláturhús og ég er með gimbra sem eru raunverulega að bætast í stofninn þannig að ég verð með fleiri sem bera á næsta ári heldur en núna. En ég stækka aldrei meira heldur en húsið leyfir. Nei, ekki fyrir þú stækkar húsið. Já. Er ekki fínt að vera í þessu hérna út á Nesi? Jú. Er þetta ekki bara gott að vera svona út í náttúrunni og... Ég veit hvergi annars að vera inn í sveit. Það er langbest. Svo mikið friður og... Já. Friður og ferskt loft. Friður og ferskt loft. Sjórinn bara hérna við hliðina á manni. Hefur eitthvað verið að nýta fjöruna til fæðuöflunar? Já. Ég er með bát líka sem að ég nota til þess að fara hérna út á með sjóstöng. Með mér í sjóði. Eitthvað skarfa eða neitt svona sem að slæðast með? Jó, ég hef einu sinni farið og náði skarf hérna. En svo er ég bara veiðum á önd og gæs, að vísu lítið eða hér. Og stundar það annars staðar? Já. Ertu sjálfur nógur þegar kemur að mat fyrir fjölskylduna? Ekki alveg. Það vantar aðeins upp á, það er ýmislegt sem maður þarf að ná í búðina. Já.
En mikið til af kjöt og fisk, það er svona sem að maður er bara með sjálfur. Þú ert ekkert að rækta kál og grænmeti eða kartöflur eða neitt slíkt? Nei, ég var að rækta kartöflur. En gafst upp á því þegar að grasvöxturinn var orðinn of mikill. Þetta er sjálfur sér ekki rosalega mikil vinna svona heilt yfir. Þetta er meira svona tímabil sem að er mikið að gera. Til vorin og haustin aðalega. Og svo náttúrulega er maður í því að setja á kringum jólin, það er rétt fyrir jól. Þannig að þetta er svona... Þú ert ekki vakinn og sofinn yfir þessu? Nei, ég hef ekki tekið það á mig að vera mikið að vaka yfir þeim. En hvað gerirðu við féð svona yfir sumartíman? Þú smalar þeim saman og setur hérna í beitarland einhvers staðar? Já, sko þegar að lömbin eru tilbúin að fara út og þá fara þau hérna niður á tún og eru þar í svolítið stund og svo förum við með þau á kerrum eftir að við smöluðum þeim saman í hólf hérna á túninu. Þá förum við með þau á kerrum upp í sumarhólið og þar eru þau þangað til réttum í haust. Þegar þú ert með svona frístundabúskap, þarftu þá að leggja til hjálp við smölun hérna á Reykjanesinu eða er það bara hólfið sem að þú þarft að sinna? Hvernig er það? Já, við sinnum okkar hólfin sem við erum með okkar fé í og hjálpumst bara allir saman, halda við girðingum og reka fé niður. Þannig að féð er ekkert að fara út úr hólfinu neitt, það er alveg... Það á ekki að fara úr hólfinu. Girðingin á að vera það örugg að það fara ekki út fyrir. En svo eru alltaf einhverjar sem að finna sér leiðir og ná að fara út fyrir og þá hringjumst við saman og hjálpum staðið að ná þeim inn sem fyrst. Þannig að þú þarft ekkert að vera að fara í göngur Reykjanesið og slíkt að smala það neitt? Nei, þetta er bara hólfið hjá okkur sem við förum og rekum niður þegar eitthvað er. Hvað er svo skemmtilegast við þetta að vera svona frístundabóndi? Það er bara félagsskapurinn og bara að njóta þess að vera með dýrunum. Félagsskapur dýra betra en manna? Alltaf. Já, þau eru heiðarlegri. Þau eru heiðarlegri. Það er rétt. En hvað svo? Hvað tekur við? Hvaða dýrategundum ætlar að fjölga næst? Næst? Það verður bara að koma í ljós. Það er ekkert á döfinni sem stendur og ég held að þessu orðin ágætis dýragarður núna. En maður veit aldrei hvað verður. Er ekki vinsælt að fá að koma henni í sveitina af fjölskyldufólki og koma og kíkja á eins og lömbin í fættu og svona? Og ég tala ekki heimalíkana. Sauðburðurinn er alltaf vinsæll. Þá vil ég allir koma og fá að sjá og svo náttúrulega þegar ég tók ákvörðun að vera með heimalík þá var það mjög spennandi að fá að koma og gefa heimalíknum. Mikið aðdráttarafl? Já. En það er ekki oft sem féð er svona geft? Nei, yfirleitt þá hlaupa þeir frá manni en ekki að manni. En heimalíkarnir þeir laðast á mönnum eins og þeir laðast á mömmu sinni. Og það er engin ágreiningur milli dýra hérna? Þau eru öll bara saman í sátt og samlyndi? Öll dýrin í skóginum mega vera vinir eins og eitthvað sagði. Jú. Og þannig er það svona mest megnis hérna á bænum. Svona heimalíng, það þarf að gefa honum að borða yfir allan daginn, því hann er ekki með mömmu. Þannig að það þarf að hita vatn og blanda fyrir hann mjólk. Og fyrst til að byrja með þá gaf ég honum bara á pela og útfærið svo bara í gjafafötu sem er með túttu og þá svona þegar hann er farin að drekka meira og duga pelinn mjög stutt. En svo aftur hinn heimalíkurinn sem ég er með, hann var orðinn mjög illa haldinn og vill ekki sjúga. Og þá þarf ég að gefa honum með sprautu. Því hann sígur ekki tútuna.
Svo kemur í ljós hvort hún eigi eftir að braggast nægilega vel til þess að sjótútu og þá minnkar vinnan aðeins. Já. En þetta braggast, maður sér stór mun á þeim, bara milli vikna. Já, hann stækkar rosalega öst þessi. Erum við að horfa á páskasteikina? Nei, það mjög líklegt að hann fá að vera áfram. Já. Það svona, það kemur fram í lambadómi í haust hvað verður, hvort hann verður notaður. Já. Þig vantar ferskt blóð, svo má segja, inn í stofninu. Já, ég lét frá mér hrútinn í vor og hann fór hérna út í garð og verður þar þangað til að hans tími búinn. Þannig að það geti bara blasað sælulíf við þessum hrút þegar hann stækkar. Já, hann fær að sinna konunum sínum hér. Enda ótengdur. Enda ótengdur. Þessi nú óttalegur ræfill. Þessi drekkur bara sprautu. Enn sem komið er. Enn sem komið er. Hún gat ekki staðið þegar hún kom hérna í vikunni. Nei. Og aðeins að braggast, labbaði með okkur niður að vita í morgun. Við hæl. Öll að koma til. Nei, hún var aðeins á eftir. Hún gekk frekar hægt. Já. En hljóp svona aðeins á eftir líka. Það var gæða sér á sjávargrasinu. Það ekki kjarrgott og... Mikið salti. Þið eru hérna heima sætan og sonurinn á bænum. Hvernig finnst ykkur að búa svona í? Bara rosa skemmtilegt. Er það ekki? Gaman og það rosalega gaman að hjálpa til með dýrin og... Finnst ykkur gaman að dýrum? Já. Gefa lömbunum að drekka og... Já. Þetta eru nýjustu dýrin ykkar? Já. Hvað heita þau? Þessi heiti Oreo. Þessi er myrkvi. Myrk. 2 kanínur. Já. Kanínur, finnst ykkur það skemmtileg dýr? Já. Hvað finnst ykkur skemmtilegastu kanínur? Bara að leika með þeim og... Já. Þetta er skemmtilegt að leika með þeim. Já. Ef þið ættu að velja, hvað er uppáhaldsdýrið ykkar? Það er bara kanínur og lömbur eru sama. Já. Já. Sama hjá þér? Já. Bara öll dýr. Öll dýr, já. Og eru þið duglega að hjálpa til hérna á bænum? Tína eggin og svona? Já. Alltaf þegar ég er hérna í sveitinni, þá fer ég alltaf á hverjum degi og tína eggin. Já. Og svo býrðu til morgunmat úr þeim og vekur fólki á bænum, er það ekki? Stundum ger ég morgunmat úr þeim. Já. Stundum hádegismat líka. Já. Hvernig finnst ykkur að borða svona matinn sem þið eru að búa til sjálf á ykkar bæ? Skrítið. Er það? En haldið þetta ekki sé ekki bara miklu hollari matur heldur en svona maður er að kaupa út í búð? Jú. Já. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.